Þá göngum við aftur til dagskrár, við komum að 15. lið, stjórnsýslubreytingar, og ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórninni og halda henni bara næstu 6 liði og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Hallabjörg Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta liður 10 í fundargerð bæjarráðs, dagsettur 9. desember. Og hér lögð fram greinargerð bæjarstjóra framkvæmd stjórnsýslubreytinga. Ég ætla að lesa bara hérna upp inngang greinargerðarinnar sem undir málinu með leyfi forseta, en þar segir: Á fundi bæjarstjórnar Akureyrarbæjar 15. júní 2021 var samþykkt með 11 samhljóða atkvæðum tillaga að breytingum á stjórnskipulagi Akureyrarbæjar ásamt skipuriti. Tillagan byggði á samstarfssáttmála bæjarstjórnar frá 22. september 2020, þar sem meðal annars kom fram að bæjarstjórn ætli að einfalda stjórnsýslu og sameina svið. Áfram var unnið út frá þeim markmiðum skipulagsbreytinga sem hófust árið 2017 að einfalda stjórnkerfið, lækka kostnað og bæta þjónustu. Í greinargerðinni sem lögð var fram til samþykktar 5. júní síðastliðinn kom fram að bæjarfulltrúarnir Hallabjörg Reynisdóttir, Guðmundur Baldvin Guðmundsson og Hlynur Jóhannsson í samvinnu við fulltrúa strategíu, þær Guðrúnu Ragnarsdóttur, Helgu Hlín Hákonardóttur og Margréti Sanders, ásamt Huldu Sif Hermannsdóttur aðstoðarmanni bæjarstjóra og Ásthildi Sturludóttur bæjarstjóra, unnu að tillögunum sem lagðar voru fram. Ráðgjafarnir áttu á undirbúningstímanu samtöl við alla sviðsstjóra og hóp forstöðumanna og byggðu tillagan að nýju skipuriti meðal annars á þeim samtölum. Í tillögunum sem samþykktar voru kom fram að fækka skyldi sviðum 1 og að breytingar yrðu á verkefnum. Einnig að ekki væri ólíklegt að eitthvað myndi taka breytingum í ferlinu sem bæjarstjórar og viðeigandi sviðsstjórar hafa á síðustu mánuðum fylgt eftir og borið ábyrgð á. Í tillögunum kom fram að skipulagsbreytingarnar skyldi taka gildi áramót 2021-22 og undirbúningur að framkvæmd breytinga skyldi hefjast á haustdögum. Frá því í haust hefur átt sér stað mikil vinna við greiningu starfa og verkefna með tilheyrandi rýningu starfslýsinga. Verkefnin eru misjafnlega flókin úrlausnar og ljóst að þrátt fyrir að stjórnsýslubreytingarnar taki gildi nú áramót, þá margt sem þarfnast frekari greininga og lengri framkvæmda tíma. Í greiningavinnunni hafa jafnframt opnast tækifæri til breytinga og umbótaverkefna. Áherslan á innleiðingu á stafrænum lausnum hefur orðið sýnilegri með nýju sviði sem tekur formlega til starfa áramót, en byrjar að greina og leggja línu nú þegar. Ljóst að það svið sem stóðsvið mun gegna afar stóru hlutverki við að umbreyta þjónustu Akureyrarbæjar yfir í hinn stafræna heim. Rauði þráðurinn í stjórnsýslubreytingum hefur því verið að ná fram hagræðingu með því að einfalda stjórnkerfið, innleiða stafrænar lausnir og lækka kostnað ásamt því að bæta þjónustu. Og tilvitnun líka. Síðan í greinargerðinni farið yfir ný skipurit og þau skýrð. Ég ætla nú ekki að reyna að lýsa því hér í máli mínu, en bæjarfulltrúar hafa kynnt sér þær gaumgæfilega og greinargerðin mun síðan fylgja fundargerðinni að loknum bæjarstjórnarfundi, þar sem bæjarbúar geta þá nálgast hana. En hér því lögð fram tillaga að breyting á stjórnskipulagi Akureyrarbæjar ásamt skipuriti sem tekur gildi 1. janúar 2022 með vísan til hagræðingar sem hefur í för með sér að stjórnkerfið einfaldað, innleiddar eru stafrænar lausnir og kostnaður lækkaður ásamt því að þjónusta bætt. Bæjarfulltrúi Hallabjörg Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust. Þar sem að enginn hefur hvatt sér hljóðs, þá þeir sem geta samþykkt þetta vinsæla skeiðumerki. Og það eru 11.